og FM 95 blöður hafið göngu sína á, sönni, föstudegi í höfuborgin allavega. Það er fín, nei, samt, ég get ekki sagt fínasta veður, það er skítkallt, en við erum með fullan bát. Það er sólskin, það er gangi. Það er gluggaveður, Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir kumpanar, annar heitir Steindi Junior, hinn heitir Egill Einarsson og ég ætla bara að spyrja ykkur báða á sama tíma, drengir, hvernig eru þið? Ég er fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta. Það er gott að hefja. Það er gýrið, er út ný kliftur. Já, ný kliftur. Leiðum á herrakvöld. Já, og var að kaupa nýja skyrtu. Já. Og er bara í stuði, sko. Hvað ávöxtur er á skyrtunni? Fórstu ykkur ávaxtaskyrtu? Hvað ávöxtur er á henni? Heyrðu, ég hefði átt að fara í, sko, ég veit að Egill elskar kívískyrtuna. Hann talar endalast Það er bara flott að skyrta síðan. Já, bleika, kívískyrtan. En, nei, ég fór bara í svarta skyrtu, bara mjög basic. Já, varst ekki að flækja þetta? Nei. Engi sensateknir í kvöld. En ég fekk hérna... Þú tekur geggjar í svartir, flottir í skyrtu. Já, en ég fekk tísku ráðgjöf í búðinni. Já. Þetta eru svona gæðir sem vita allt um þetta, viti. Já. Af því að ef þú ert með klút, þú veist, í brjóstvasanum. Alltaf verður með klút í kvöld? Já, þá áttu ekki að vera með bindi. Já, en ef þú ert með klút, ef þú ert með bindi, þá áttu að sleppa klútnum. Það er mikið að vera með bæði. Ég er með bæði. Það er líklega mikið, sko. Það var verið að segja þetta. Þú átt til að vera það svo mikið, sko. Það var verið að segja þetta við mig, ekki vera með bæði. En ég bað minn mann, ég er með mann sem sér þetta fyrir mig. Ég sagði, ég vil vera nákvæmlega svo gæjarnir í 3. seríun í Exit. Og hann hefur hort á hana og þá sagði hann, ok, smíðaði lúkið og það er búið að smíða og það er, þannig að ég kannski að vildi hafa þetta mögulega á mikið, sko. Stoppum aðeins þarna. En sko ástæðan er líka bara, ég ætla að tengja samt fólk aðeins inn. Það er herrakvöld hjá okkur í kvöld sem er herrakvöld Njarðar sem við höfum farið á síðustu 10 ár með Sveppa. Tengda pappa Sveppa, hann bauð okkur inn í þennan hópa sínum tíma. Hvað erum við búin að fara átt í? 9 ár? Já, þetta er að vera 9-10 ár. Þetta var alltaf í janúar. Núna er þetta í mars. Og við erum lang yngstir. Já. Það er fínt að hafa þetta í mars, sko. Janúar, nýbúin að vera, rennur ekki aður í DS og Jan viltu bara æfa og rífa það í gang. Þannig að ég er hrifinn að mars, sko. Já, mars hefði verið gott ef við Steindi varum ekki nýkonum frá London og Manchester eftir bara svona... Já, það voru blackout allar síðustu helgi, sko. Já, ég segi ekki blackout en þetta voru 3 erfiði dagar. Ég get orðað þannig, ég hætti að svitna á nóttinni bara í fyrradag, sko. Það komið 2 dagar sem ég bara Rakel held ég var með einhverja þvílíka martröð. Ég bara, nei, ég held þessi bara líka með minna að segja bara, herru, við getum þetta ekki lengur, sko. Nei, ég hérna, sko, að því að við náttúrulega fórum vel yfir til blöðkastinu, þá fórum við alveg yfir ferðasöguna, en mér langar samt til í strákar, að því að við erum núna á föstudegi og við verðum að hrósa Gunnar Nels fyrir framistöðuna. Þetta var rosaleg framistöða, sko. Já, við veitum líka Gunnar hlustar á föstudöðum. Kláraði fyrstu lótu, þú veist, þetta er, ég held að fólk átti sig ekki á því á þessu leveli sem hann er að berjast á, hvað þetta var rosalegt. Hann lítur að vera retired eftir þetta niðurlagi. Nei, ég minna, þú veist, það hefur engin unnið hann svona áður. Gunni er fyrstur og hann er búin að berjast við alveg gæða, þannig að þetta var rosalega framist það. Gunni fekk performance of the night. Já, $50,000 50 G's, baby. Bæli, og Kirkir eitthvað trúð. Hvað er það, 7 miljónir? 50,000 Hvað er það mikið? 7 miljónir íslenskar, ekki? Já, 7 miljónir. Hátt upp í 8 svo er tekið 20% aðeins úti og skattur hérna heima og þetta enda kannski. Þetta var nákvæmlega 7M slétt. Þetta er hægt að væla alltaf skatt. $50,000. Já, 50 G's, baby. Það er náttúrulega svakalegu bónus. Þetta er bara bónus ofan á launin sem hann fekk fyrir að mæta og segja Kirkir hann trúðinn. $50,000 ofan á það. En það komið stóra fréttir bara í dag sem að koma ekki í blöðkastinu. Steindi sagði orðrétt að hann, Steindi, nú er ég ekki að ljúga. Hann er alveg 50-50 United maður, Newcastle maður. Hann smitaðist yfir til United þegar nú skulum við slaka. Sagði það ekki á hann? Þú segir ég er stemmingsmaður og ég er orðin alveg United maður. Þetta er fyrir einu liði. Það er ekkert að því. Það er ekkert að því, en þetta er ekki alveg rétt. Við hittum Hjöppa á hann fyrir þátt og hann spurði, þú ert vantilega orðin 50-50. Ég sagði, ég var bara stemmingsmaður. Nei, þú sagðir ég á mjög létt að snúa mér og ég er orðin United maður. Trafford með blöður. Ég er búin að vera Newcastle maður frá þér, sko, frá þér elstu voru að leira, sko. En þú voru aldrei farið á Newcastle völlin á leik. Ég var aldrei farið. Það var með United stuðnismann nummer 1 á Íslandi. Þetta var fyrsti leikur sem ég fer á.
Ég hef aldrei farið á fótboltaleik. Nei, en það erstu orðin svona nettur, smá United. Ég skal gefa þér eitt. Þegar Newcastle er ekki að spila skal ég halda með ykkar lið. Er það ekki fair lending? Já, eina leðilega, það er næsti leikur í United, það er Newcastle úti. Já, fuck it. Hvað þarf að gera í því? Já, hvað ætla ég að gera í því? Þetta er vinn fyrir þig. Nei, alls ekki. Þú heldur með báðan liður? Já, geðvögt. Þetta held ekki með báðan liður. Ég held Newcastle. Þú getur poppa champagne bara saman hvernig leikunum við. Já, ég hef Newcastle. Það er bara þitt lið. Já, þetta verður veistlega, við erum að fara að herrakvöld, við erum að fara að bjóða í málverk. Sko spurningi, hver á okkur kaupir málverk? Því að sko Blöð er að collector. Nei, ég er ekkert að collector. Hvað er þetta eitthvað ruggla? Ég er ekki með pláss heima, ég býði fjölbýli, ég býði hólu. Ég er ekki með veggapláss í þetta, sko. Ég væri til að... Ég er engin collector. Kona mín hefur vitað á þessu, ég hef ekkert vitað á þessu. Þú ert með Ekki neitt. Mér slíkast að Blöð er að fara í ykkur málverk, sko. Sko Steindi er með mikið veggapláss og svona flott, opið, flott rými. Ég hef keypt hann, ég keypti Já, ég veit. Eina sem ég fer alltaf Eina sem ég fer alltaf í er hattbrætti, því ég er spilafíkil. Ég er ekki collector, ég fer í hattbrættið. Já, við förum í hattbrættið. Ég reyna alltaf að vinna þar. Ég hef ekki aldrei vinni í hattbrættið, nýja bingo. Vinnum við ekki í hattbrættinu í kvöld? Það væri gaman ef einhver Það væri heldur gaman ef einhver tekur það. Þetta er eini staður í Íslandi sem við getum farið og kallað okkur a couple of young bloods. Ég er mjög pettaður fyrir þessu. Þú veist, Bragi Valdemar, veistustjóri, Ari Eldjátt kemur að skemmta. Já, þetta verður stemming sko. Guðrún Árný mun sér tónlist. Þetta verður stanslust. Þetta er aðra kvöld. Langt ég fara uppstand með Ara. Þannig að ég hef ekki heyrt this new shit sko. Ég vil alltaf fara þetta á nýjársdæmið hans. Ég komst ekki ár. Ekki heldur. Þannig ég hlakka mikið til að sjá hann í kvöld. En sko, það er líka annað í þessu drengis. Ég var spurður áðan. Nei, áðan, Hjöppi, ég var að ræða þetta líka á Hjöppa sem að hann tengir svo mikið við. Ég held að þið fatti ekki stundum hvað er mikil ábyrgð að vera á tökkunum. Ég er alltaf konur Hvað að tala um? Að hýta next 13 ár. Þú veist eins og, ok, núna Og þetta margir sem að hlusta núna var ekki fættir þegar þú byrjar á tökunum sko. Já, við ljúum ekki á hlustendum. Hver er alltaf mættu fyrstur í stúdíóið á okkur? Blöð púp. Já, það er til að fara við tankana. Tjekka hvort að allt sé í orðin. Ég og Steindi náum alltaf einu bjóri viðbót. Já. Þið eru ennþá að drekka og gefa high five. Þá er ég að græja allt hérna. Þá fer auðvitað og sko græja þá hvað þá? Passa Mötley Crüe sé komið inn. Já, passa allt þetta bara að græja þetta virki. Og ég var að ræða þetta við Hjöpp. Hann sagði bara, auðvitað, ég tengd aldrei við stressið á þér fyrir en ég byrjaði að vera með Dr. Fútból. Nú veit ég hvað þetta gangi gegnum. Hann veit ábyrðin að vera. Þú veist alveg að þetta var kalt henni hjá honum sko. Nei, alls ekki. Hann var bara að gera grína. Ég meina að þú veist, maður verður að vissulega taka undir þetta. Hann sér þetta svolítið. Við erum með tvei trúðan að sé hvernig megin. Þú veist, ég sit bara með mæk hérna og síðan fæ ég með bjór. Ég ger ekki neitt í rauninni sko. Nei, en þú veist, ég var að kenna þér að setja fælinn inn á pallett á hann sko. Nei, þú varst ekkert að því. Ég hef aldrei setið þetta megin. Jú, þú downloadar í þessa tölu og dregur yfir. Varst þú að skólan til í því á það? Steindi gerir ekki annað en að ljúa hlustundum. Þú varst ennþá að fá þig bjór menn ég kom þetta með Jóhannes og hann var að kenna mér þetta. Þú setur hann á tempið hérna og dregur yfir. Ég kann það. Já, ég hef gert þetta áður sko. Ok, en byrjuðu þegar ég er ekki í þættinum, hver er á tökunum? Er það þú Steindi? Það tækir 10 ára að læra. Og það er vesinn, út af því að það var blöðpúp sem þú fara erlendur svo mökkið þig aukstaðar ykkur kasino eða eitthvað. Ég er bara fyrir með fjölskyldum. Sko, já, ég segi, ok, þá þurfum við alltaf að fá Richie, því að hann kann á taka. Já, eða daginn, þá Gústi B með ykkur. Það þarf alltaf ykkur að vera á tökunum sem kann þetta. Ég get ekki að fengi bara Máni Sim eða Jónguna Gerdal eða eitthvað. Því að þeir eru bara clowns. Já, bara kunnandi ekki. Þá var bara vesinn á tökunum. Steindi, hefur þú, akkur lærur ekki á takana? Ég kann á takana. Þannig séð. Ég kann á takana. Ég segi samt eitt sorglegt í þessu. Gústi B er búin að vera í hálft árið eitthvað. Það er bara eins og 2-3 mánuði. Já, hann kann á taka upp heilan þátt, setja hann inn eitthvað. Ég kann ekki Já, hörru, hann var líka Ég kann ekkert Hann var með okkur daginn og shitið sem hann var að gera hérna við Gústi var hérna. Hvað ertu að segja, ég sé lélur á tökunum? Nei, hann bara, hann var svona, nei, alls ekki. Hann var komin að slengan í blöðarinn. Já, aðeins lengra. Herru, hann kann að taka upp innkomi. Svo nú ætla ég bara að koma hreint út. Egil spurði mig í dag, bara herru, getum við tekið kannski upp síðust innkomina af því að, veist, strákarnir er allir mættir á herrakvöldi núna. Það byrja kl. 2. Það byrja að píla núna fullir. Já, þannig að Egil var svona spáði af því að áttum eftir að skipta föt og eitthvað eftir þáttinn. Hvort það væri í lagi taka upp síðust innkomi og getum við hætt kannski 10 í eitthvað á síðust innkoma. Ég var bara viðurkenna fyrir Agli. Ég kann ekki að taka upp innkom og setja það kunna það allir í útvarpi. Það var allir sem er að hlusta sem er einhvern tímann hafi verið í útvarpi kunna taka upp innkom. Þetta heitir að voice taka sig sko. Ég geti farið í Exit-galan
17.30 Við erum mættir að hitta félagana 17.45 og tökum sísta hálftíman. En nú veit að hlustendur hvaða metna við höfum, því að við erum að fara að vera live alveg til 18.00 og ég þarf að exit gala þá 18.02. Það er miklu skemmtilega. Og hörðu þið sögðu þetta á saman tíma. Við ljúum ekki að hlustendum, það er náttúrulega líka einn baukur að borði, það er spurning hvort það verður opnaður. Já, við fyrir líka beint í party. Þetta er hálfur fyllibittur á þessu borði líka. Þetta er hættulegu þáttur en við erum með rosalega þátt og áður og ferðið við dagskrá þá erum við eiginlega með eina gjöf fyrir þig. Já, þetta er svolítið óvænt sko. Ég myndi að þetta er svolítið svona að þú til að bara hoppa hæðina af ánægi sko. Byrðu rétt honum aðeins yfir bara Málega er að það er nokkra gellur í Vestló sem er búin að finna the cure for boldness. Já, ok, frábært. Herðu, sko, málið það, ég ætla að lesa þetta upp. Það er ángrís. Ég langar ekki í þetta. Hann er ekki sem að lesa konceptið fyrir þetta. Það er sko, þetta er verkefni í alveg sem að stelpur eru með í Vestló og þetta er hárvöxt sem eigur hárvöxt. Þetta eigur hárvöxt. Og í dýrka Vestló þú er ekkert að fara að bjarga hárvöxti mínu sko. Það voru að finna the cure. Nei, þú eru að átta á því að þetta er bara nýtt fyrirtæki sem er komið á markað og þetta er, þú basically sko, þú réttir þetta, þú basically ég veit ekki, lúkja á blöðu þannig að hann líklega var hendur sig Þetta heitir vaxi og þetta er bara hárvara og þú basically, þetta er bara svona eins og í rauninni roll-on, þú rullar þessu bara yfir. Þetta hljómar svona miklu meir eins og þegar það fikk greitt fyrir þessu auglýsingu og sér reyna að setja hann á mig sko. Nei, það er enginn okkur. Ég er ekki að fara að nota þetta sko. Ég er ekki greitt fyrir þessu auglýsingu. Það er engin miklu þetta er basically, það sendur bara okkur og svo bara að væri bara gott tilefni að gefa þér þetta því að máli er að farðu að see the science já, sko máli er að þú veist, ég er ferli sko, ég er að opna þetta síðan og ferli er þannig að sko, þetta er, hún er framleitt í vottuð eldhúsi það sem að hreinlæti var bara í fyrrúmi þannig að þú bara, og þetta er í rauninni aðalega svona bíflugnavaks og sem er mikandi áhrif og basically bara að setja þetta á hárið að það fæði þykkt hár. Jú, þetta er basically það sko. Setja þetta á hárið að mér og fæði þykkt hár. Það er með hára, ég sé að það er hárað. Nei, núna ég er nýbúin að, það er herrakvöldi í kvöld en ég er nýbúin að snúða. Er þið með hár? Nei, fórst í klippingu? Nei, ég bara raktum heima. Þú ert bara flott kliftur, blöð. Hvað er að spara í klippingar ári? Hæ? Þú ert að spara serious cash á að vera ból. Herru, já, við erum með fanta þátt og ég segi að það ber þar hæst fermingarleikur Bylgjunar sem við tókum upp í dag og hann gekk helvítið. Hann var kona sem við ringdum í sem hann var mjög spennt fyrir leiknum, reyndi að vinna og þá er þetta alltaf best og svo erum við með spurningkeppni Gilsarans, hvað erum við að vinna með þar? Sko, við erum bara herrakvöld þannig ég hugsaði King of Gentlemen. Wow, maður sá þetta ekkert fyrir. Nei Hefur hún verið, jú ég ætlaði að vera með King of Spring sem er árlega keppni en nú er aðeins farið að hérna maður fæði bara déjà vu-ina vikulega sko. Nei, það er komið sunshine og sáu þið Þróttarann ekki? Það er sól. Já, það er bara sól á Þróttarann. Og nú er aðeins bara að vora Íslandingar og léttir allir fullir, skilur svona stemning komið við þjóðina og hérna, hann ég hugsaði að ég verið með King of Spring en King of Gentlemen út af því við erum ára herrakvöld félagarna að bjóði máluverk og hellíu. Væntanlega verður við með King of Easters Já, sko, ég ætlaði að spyrja ykkur eru við með þátt, nei, hörru, það er ekki föstudag langi næst. Nei, King of Easter, það er alltaf næst. En talandi um föstudagen langa, þá eru við náttúrulega bara verið með bingo. Páskabingo blökkarsins. En eru við með sjó og svo beint í bingo eða eru við frí og bingo? Við þurfum eiginlega að sjá bara hvernig það verður allt bingo. Ég er alveg til að taka double header sko. Taka bara þátt og bingo. Ég Vistu, eru hvað sem eru að fara á vaktina í bingo? Sko að þið komin að bingo, drengir, þá verður þetta stærsta bingo sem haldið við verið á Íslandi from beginning. Sko páskabingoð okkar er stærsta bingo. Já, þetta er páskabingo sem er stærsta bingoð og páskabingo verður yfirleitt svona, já, þetta verður á föstudaginn fyrir páska, þetta er á föstudaginu langar, allir heima, það er enginn að gera neitt. Þannig að fyrir fólk sem er heima, fólk sem heima að drekka rauðvín og borða steik, þau sæna sinn og reyna að vinna free shit. Við höfum alltaf verið með 5 stóra vinninga. Ég segi að því þetta er föstudaginn langi þá þurfum við að lengja þetta eins. Ég segi að við séum með 6 stóra vinninga. Og svo líka hafa litlu vinningarnir verið heldur flottir. Já, til að þykja stóru. En ég nei, bara þú veist, þetta er bara svo næs að þú ert bara með, þú veist, 2-3 börn heima og föstudaginn langi, þetta er bara aktiviti. Fyrir síðasta bingo, þá var ég á punk með einhverju liði. Þá hitti ég líka ungur hressu liði sem tók bingoið
sem svona pre-warm-up held ég vel í sig og fór svo í bæinn. Þannig að þetta er ekki bara liðið sem er að hanga heima. Þetta er ekki bara fjölskyldufólki, þetta er líka það fólk máli er að það er náttúrulega opna allt í bænum alltaf miðnætti, þannig að þú getur alveg verið að hella í þið og farið svo inn í bæ eftir Þú ert með fellow Opos, eða ekki? Fellow Opos verður á sínum stað, jú það er ok. Myndur fyrir Cash sem er búið að koma með, sko, ég myndi segja rándýrt comeback síðustu 2 vikur. Já, það Ég er ekki að ljúga, mér finnst þetta eiginlega búið að vera skemmtilegasti liðurinn í síðustu 2 þætti. Já, sko sérstaklega því að ég er það er ennþá verið að hlæja þér út í bæ fyrir þessa spurningu þarna kókaði með pappaðinu fyrir 30 miljónir. Það er ennþá bara verið að því. Besti díl í Held aðeins áfram með það, já, þema allt saman. Þannig að þetta er svona það sem við erum að bjóða upp á í dag. Herru, já, svo nýr dagskrárliður líka sem er kannski ekki dagskrárliður en það er svona eitt lag. Ég fekk senda á Instagram. Ég elska þegar hérna hlustendur okkar kom með góðar hugmyndir á Instagram. Á reitt sem sagði hérna, hún er fór svo gaman þegar við vorum með tónlistina úr kúpnum. Ég var með þátti ekki síðustu viku heldur þar síðustu viku. Hann sagði ákveð ekki bara með dagskrárlið sem heitur lagið úr kúpnum. Þannig að núna ætla ég alltaf að vera með hverjum þætti eitt lag sem var spilað í kúpnum. Og ég líka að vera með, það geggjuð hugmynd. Megum við líka út að nú verður allir í glasi og allir að bjóða í málverk í kvöldu og hvað. Hætt að segja þetta bjóði í málverk. Það er enginn að vera að bjóða í málverk. Það segir þetta hverju bara. Það er ekki fræðileg möguleiki að ég sé að fara að bjóða í málverk. Ég sé þið vinna málverk. Ákveður segir ekki bara á herrakvöld og hafa gaman. Var að koma frá London sko, ég er á kúpinu núna sko. Það er upp og hana. Það segir ekki annað en að bjóða í málverk. Já, en jú, við ætlum að spila partytónlist. Þannig að við ætlum að vera, sko, það er ekki ég elska hann út af lífinu svo bróður minn eða son minn en við þurfum Hvort? Ég veit það ekki, mér líður svo ekki sér bæði einhvern veginn en við ætlum að taka svolítið yfir tónlistina og spila bara hressa þannig að blöð, ef kemur leiðilegt lag á og bara heyra það. Það hefðu engar á að gera fyrsta lagi sko. Ætlaðu við ekki að DJ-a sjálfur í kvölda? Ég spilaði Já, vandamlega, hann kann ekki að taka hana Nei, hann kann ekki að taka hana, þessu var heldur góður Ég spilaði þetta daginn, þessu wow, vel gert Ég sá þetta núna hérna Ég hugsaði, þetta er að koma inn Megum það byggðum óskalega? Thank you Fat Þetta er að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og drengi það er komið að slúðri Já, er þetta brakandi fest? Já, ég er með góðan pakk í dag Já. Það eru margir að núti sem verða ánægð með þennan pakka Ég lofa því Er það ekki? Jó, ég til dæmis fyrsti mólin vitið þið hver Sam Asghari er? Nei Vitið þið hvað það er? Alls ekki Sam Asghari Já Nei Hann er giftur Britney Spears og hann var núna stoppaður af blaðamönnum þar sem að hann fleygði því fram að hann langar að leika í bíómynd með Britney Spears hann er sem sagt að reyna að fóta sig sem leikari þessi náðangi þarna úti og sko það eru svo mikil warning bells all over this að það er rosalegt sko og þau spyrir já hvernig mynd hann sagði ég hugsa action comedy væri svona besta sem að við getum gert og hann Leinlögan? Já Ef að sæna hann í númer 2? Nei, ég var til að sæna Britney í Leinlögu 2, það er nokkuð ljóst Er hann að fara, vil hann gera svona Mr. og Mrs. Smith mynd? Já, ég held að hann hefur hugsað eitthvað þannig Þessi gæri er ekkert eðlilega huggulur, það er síðan að gæja Já, ég veist, sko Britney greið er ekki on the grid lengur einhvern veginn og hann að hendi í blaðamenn að vilja fara að gera bíómynd með henni ég veit það ekki Mjög skrítið allt Já Þetta er 10, þessi gæi Já, en hann segir að hann hafi rætt þetta við Britney og þau, eins og hann segir bara orður í þérna we could both do our own stunts He sees a lot of action and fight scenes eins og Tom Cruise where they both kick some serious ass Hann er líka ekkert ólíkur Tom Cruise í rauninni sko Nei Það sjá hann að gæja næst endið Já, hvað? Venjulegur náðingi sko Nei, venjulegur, ekki venjulegur sko, Þetta er myndalög maður sko Já, Það er að leita til því En þetta er eitthvað voða skrítið alls saman Það er engin meiri tím Britney en ég Það er staðfest og það er bara sorglegt hvernig þið er búið að vera hjá hann í síðustu ár Þú hefur sendt henni skilabóð Ég hef sendt henni skilabóð Já, líka varst alltaf að horfa á hana að vídjóin hann í búningnum hann á sín tíma Nei, ég var miklu meira I was born to love you maður sem var á sömu blödu enda ég hann Britney leikminn á því að segja I was born to love you Hérna Nei, I was born to make you happy Og skrifaði bréf fyrir hann, ekki? Nei, þetta var eitthvað leikur á netinu En núna, Akkur sendur hann ekki núna skilabóð? Nákvæmlega saman allar að gera á sín tíma Þetta núna getur hún lesið það
Nei, því í dag ég bara með konu og 2 börn sko, Já, þarna var ég mjög skotin í henni Hvað ætlar að skrifa á sínum tíma? Bara svona að segja, myndi bara Ég skrifaði ekki neitt Ok. Ég tók þátt í leik sem var að reyna að fá VIP-miða og date með Britney Spears og svo var spurt Hvar í var þessi lokin leikur? Þetta var á netinu Svo var spurt í lokin Akkur átt þú að vinna og ég skrifaði because I was born to make you happy sem var upp á slæðið mitt með henni at the time Warning bells sko Ég get Á með þig þess þetta sko Já, bara bullandi warning bells En sko, vitið þið hvað lag þetta er? En var þetta, þú veist, varst að penisna parkettinu hana? Nei, ég var að vinna í burt Varstu bara svona, var þetta svona eins og þú var að vera að vinna ristavél eða eitthvað svona þannig leikur, lækleikur eða hvernig var þetta, þú veist, hvar fannst þennan leik? Þetta er ekki íslensku leikur Jú, þetta var á svona síðan þið vitið En að það það er hægt að vinna miða Það er endalistu svona Ok, leikjum ég get lofaði því, þú varst að Munið eftir þessu lagi? Þetta var trójahestur sem þú varst að íta á sérðu Það er engin íslensku leikur sem fjallar þetta Munið eftir þessu lagi? Já, það er bara eitthvað besta lag sem ég heirt Þetta var mitt lag, Frábært lag Þetta var mitt uppáhaldsbritnilega at the time Auði, ég ætla að lofa þér þetta, þú ert ekki mikið tæknumæður, ég ætla núna að lofa þér þessu Þú varst ekki að taka þátt í ykkur leik, þú varst að klikka á trójahest Nei. Þegar þú varst að taka, þegar þú varst að skönda Það var ekki bara að Sendirðu finnum Það var ekki bara að finnum trójuhestana fyrir 40 Nei, ára ég síðan sendi það ykkur er upplýsingar sko Ég var ekkert með kortið mitt undir til að taka þátt í En það þessu er geggja svar hjá þarna síðan Þú, Þetta var close the deal í rauninni Já, ég held það sko, alveg svo þegar ég held að ég og pappi varum að vinna Kodak-leikin með fjallaðingir í fjöllum blá en Kodak það sem ég vil segja sko Já. Ekki nuðu það heldur Þið eru rosalega í þessu Bara blöð fjölskyld Það er alveg frasi Ekki sko segja blöð, ekki draga alla fjölskyldin minni í þetta sko. Ég held að ég get lofa þér að sýstrars blöð voru ekki með í þessu frasa sko, það vilti ekki koma nálega Svo nú kemur það Without your love Þetta er ekki eðalega gott lag Þetta er gott lag Frábært lag I was born to make you happy Þetta var mitt lag sko Það var hérna myndbandi líka Mér var sætti ég eitthvað Það var svöldari maður í vörð þarna Þú varst Jú. ekki 12 ára að skrifa þetta bréfið Það er að sorglega í þessu Ég verða að flokka mig sem fullorðið mann Ég er orðin 20 hérna En allavega Það er ekki slúður er að Já, hann vil gera bíómynd með henni Og mér fannst þetta allt einhvern veginn svona eins og ég sagði á hann Bara svona einhverja bjöllir sem að Ég fann að hugsa bara, veist Gaurinn er að reyna að meika þessi leikari Haldið hann sé ástfangin af okkar mannesku Eða er þetta svona einhver tækifæri sinni Sko, hvað er þið búin að vera lengi saman? Ég hef fullt af börnum og svona Nei, ég held að sé bara múin saman í eitthvað rúmt ár Ég held og að það sé nýgift svona- og- Rúmt ár? Já, Sko, ég giftast með- eftir að hún fær forræði Svo ég með þetta Út frá your information Þá er þetta svona 50-50 hjá honum sko. Hann er að hugsa um að bústa Instagram-akkántin Ástæða Hvað er hann með? Ástæða fólk fyrir bachelor og bachelorette Það er ekki til að finna ástina Það er bara til þess að keira upp follower-akkántin sko. Já, bara Sam og Love Island En fólki samt er það til í að vera ástfangi og giftast Þannig að hann er okkur hugsað þetta eins Já, Britney er að fara að boost upp með followers Og aldrei veit að maður veður bara ástfangi tjekkaði það á Instagram Hvað Það er með sama 3M Er hann með 3M? Já, þú sér það Það er ekki að það veit ekki gæni alltaf ekki smell- Eðlilega hugul En veistu, smá voruð bullshit, þið voru ekki bara saman í Það mörgum eru Ásdís Rán og Birkir Bekkur að followa hana mestara sko Já, ok Það eru tveir íslenski mestarar að followa hana sko Herru, við ætlum að fara í næsta slúður Hann er með og- þykkt hár Já, frábært hjá honum Hérna, Hailey biðlar til Selínu vegna morðhótuna Þetta er munið eftir slúðurinn sem ég var með um daginn sem að þú vildi meina að veri besta slúðurinn mitt ever í F95 blöð Á geggjað Allt rugglið sem að tengist Selínu Gómez og Hailey Bieber og á TikTok og Instagram og bara hatrið og það allt Og topparið þar Já, nema núna já, þetta var vist alltaf róast þar til að Hailey Bieber já, sko, bað Selínu Gómez um að tala við aðdáðandi sína því að hún er búin að vera að fá morðhótanir og sitja undir hatri og einelti Jésús Þannig að Selína Gómez já, varð við þessari bóninnar og bað svona fólk að það var ekki hennar fólk sem að væri að hóta öðru fólki og Helviti spes að setjast niður fyrir fram á tölvu og senda morðhótun á ókunna mannsku á hvað staðist í lífinu, Á maður. hvað staðistu? Já, þetta er alveg galið Það er bara mikið til að Alveg sama assholes. hvað Það er hvaða endalaust til- aldru ert á Þú Það er endalaust sendir til ekki að á það- mannesku vilja þú degi Hvað ert eitthvað Nei, þá gerir Þetta er ógeðslegt Já Þannig að þetta var að róast allt saman En hún hafði samband við hann og bað hann um að hjálpa sér í þessu Ég ætlastu að koma með COVID Nei, bara nervukast Nei, nú að gera með greiða Næstur þú ert að hósta þenn herra Nú að gera ástinda Nú er alltaf gaman að Manst í talin að hann snappaði Já, aldrei Ég er bara að strafa Við getum ekki verið að hnerra okkur annan sko. Við meðum ekki Það verið myndi það brjálast Nei, sko, ég held að Það Þórólfur vil ekki eðilega kvöldið sko Nei, sko, málega er að ég
þú veist, burst ég frá COVID sko, þannig að bara, maður vill ekki pest, enga pest sko. Nei. Ég held ég sé þetta ekki meina að pest sko, þetta er bara Var þetta ekki bara nærri? Jú. Svo loka slúðrið, það af grínistunum Nick Cannon. Já. En sko, hann á hvað, einhver 19 börn eða eitthvað og 19 börn? Nei, við vorum að fjalla um þetta en hvað, 12 börn eða eitthvað, búin að eignast 5 börn núna á einu ári. Hann er horny. Já, eða 5 börn á einu ári? Já. Getur kona gerð? Hann á 12 Nei, ekki með sömu konu. Þú veist, það gengur Hann bara á ekki 12 börn. Ég meina meðganga í 10 mánuðir. Já, gott ég að Sko, sína hvað þú gáðir. 2 er vesen. Hann á 12. Býtu, eignast hann í alvegni 5 börn á einu ári. Með 5 mismöndu konum á einu ári? Já. Og hann Það er rosalegt maður. Já, hann er graður Hvað sko. er í gangi að það? Alveg talað. Hann var með söngkonunu Kristjánu Mílan í 2 ár og var að segja núna í viðtali hann sér eftir að hafa ekki eignast barn Herðu gauðir. Hann getur bara, hann er með 11 manna byrja. Hann er 11 manna fótbollalið og varamann sko. Já, og samt Mér ætla að tjala að segja 2 börn sko. Samt sér hann eftir að hafa ekki barna fyrir hann til kærastunum sína. Það er rosalega skrítið að segja það líka bara í viðtölum. Hann elskar börn. Já, greinilega. Já, menn hann er bara gaman að þessu. Þú veist, ég held að það væri helviti erfitt að eiga, sko, einhver 11 börn, sko. Já, það er líka, þú veist, hvað sagði aftur minn maður, Lawrence Fishburne, bara any fool with a dick can become a dad, only a real man can become a father. Já, Það er rosalega lína sko. Já, ég held að Nick Cannon sé ekkert a father til allra barnanina sinna. Er hann en asshole eða? Nei, þú veist, í fyrstu, ég meina, þú veist, að þú ætlar að sinna 11 börnum vel, það er, þú veist, þú getur ekki gert eitt annað þá, sko, ekki neitt, þú getur ekki sönnið, sko. Nei, þú veist, rétt að er hanglaðið, það er ná hámarkið. Ég fæ nervukost. Það er bara 30-40 sinnum og því miður það bara er svona cross to bear. Búin að nerra svona 15-16 sinnum. Já, 15 skipt eftir sko. Nýttu auglýsingarnar í það, þetta var slúðupakki dagsins. Hér strax eftir auglýsingar förum við í klefa sem að er, fermingarleikur Bylgjunar og hann var skemmtilegur. Þetta er okkar besta Diljá með Power. Með frábær. Já, styttist í Eurovision. Sveimi þá, erum við ekki að fara alltaf leið í 7 vikur, á morgun er 7 vikur. 7 vikur. Ég er að telja niður dagana. Já, þú held ég með henni. Ég fílaði þetta lag. Já, ég líka. Líka í Grosan, ekki það, mér fannst það eiginlega fínt bara við fyrstu hlustun sko. Já, bara styrla Já, sérstaklega úrslitakvöldinu þá sástu bara ok, we got a winner. Já, hvað segja veðbankar? Sko, veðbankar er á því að sko málið er að Loreen. Já, ég er að tala með Diljá. Já, hún er núna í 23. Hún er að dansa á milli. Við erum að dansa á milli 21. máli er við erum að tiny little country. En veðbankinn segir að við séum allavega á leiðin í aðalkeppni og þá getur allt gerst sko. Já, þetta er líka fyllibyttu aðkvæðin. Alltaf við eigum það allt inni sko. Þú veit að fyllibyttan er ekkert að spá í þessu núna. Það er bara mökkar og Eurovision og kjósa. Er þetta fagmenninni sem eru að hugsa núna? Já, sem eru að meta þess að út á stuðlunum sko. Komast í aðalkeppni, vera með alvöru performance þar, þá var rjúku upp. Og Loreen, þú veist, er ennþá favorite. Ég trú ekki að þú veist að fólk sé bara að kjósa þessa helviti svíja. Jú, mér slægi gott sko. Já, það er alltaf lagi. En þú veist, Finnin er með grín og catchy skemmtilegt lag og gera með græðin að spila það eftir blöð. Einu gallið með svíjana núna er að því hún har komið annarsinn með geggja lag en við finnst samt ennþá fyrralagi betra. Mér finnst þú að ég alltaf að þurfa að toppa fyrralagi og kemur aftur sko. Ég er ekki alveg sammála. Ég finnst það svo töff. Bæðið þetta sem var með á sviðin og allt þetta. En herru, ég nenni ekki að ræða Eurovision núna. Það er langt í Eurovision. Þetta er hérna 7 vikur. Gott debate. Já, við erum 7 vikur til að töðum þetta. Já, við tökum þetta kannski viku fyrir. Það er komið að myndinu fyrir Cash, drengir. Nú ætlar ekki klefa. Ég ætla að geima hann og fara í næst. Já, ok. Trailer. Viltu trailer? Já, ég meina ég spilaði hann síðast, sko. Ég meina hann er þarna. Síðast. Myndir fyrir Cash, trailerinn og það er komið að myndir fyrir Cash. Free Cash, þú spilaðir 1/10 af trailerinn. Já, þetta er alltaf langt. Er þið tilbúinir? Já, við erum klárir. Sko, ég er búin að vera með þema síðustu 2 vikur sem ég ætla að loka hér. Þú erum með ég og þema? Nei, ég spurði ykkur fyrst hvort þið myndi taka með pappikar og þeir hlóða mér og svo bara alþjóð þeir leiða mér. Fullandi snjókoma yfir þetta. Það veist að fíkn og er að hlusta, sko. Já, en það eru við bara leik hérna. Það er ekki náttúrulega snert þetta, heimska flón. Svo spurði ég ykkur hvort þið myndi taka heroin. Þessu aftur já. Það var það síðasta, drengir. Myndið þið reykja krakk á götuhotni í New York með pappikar fyrir 15 milljónir? Þetta er allt búið að vera svona léttur. Ok, en sko, þannig var ég ekki að verður í þessu að reykja krakk, er það skeiðin og
Sprautan? Nei, það er glærpípan bara og Bara svona glærpípa skeiðin og sprautan, það er heroðin alltaf. Ég held að þetta sé svona botnin í þessu Þetta er bara svo, er ekki að sjúa upp ykkur flösku en eitthvað drall? Þetta er bara, ég held að þetta sé botnin Nei, málega botnin hlýtur að vera sprautan sko. Aha. Já, ég meina þarna ertu bara að tala að þú reykir bara ykkur pípu þarna og málega þetta Krakk, já, ok, allavega Ég meina, Við þurfum ekkert að fara yfir hvað er Er það hæst og lægst í það þessu? smókur af pípu, ég var 15M Já, smókur og pípu, nei Þú ert ekki að taka tóbak bara með Sýtja aðvæðinu með gamla kallin með sólinni Silkislagur Ég sagði á götuhotni í New York Já, ég meina, veist það var gott viður Ég myndi gera það Ok, í janúar Þetta er í janúar Já, á mig og pappa Þetta skýta kvöldið Hvað mennur þú? Segir bara já við þessu öll 15 miljónir er bara ekkert Það er lítið hann fastreikt í heilan pakkamátt á sínum tíma bara Já, ég er að tala um að reykja krakk með pappa sinni sko. Hann kann að taka smók sko. Já, Hann er það er snöggur í ekkert því spurningu það maður Ég get Jesus, ok, reykt síkartu í 4 smókum strákar bekkið en það sko Þið vitið að við ljúum ekki á hlustendum Er þetta eitthvað svona þið að pökkast í mér eða eru þið bara að meina þetta? Myndur þú gera þetta í alveg þessu 15 miljónir? Já. Að reykja krakk með pappa þinn? Já. Hvað ertu eitthvað bilaður það? Nei, hvað? Þú varst bara að Hvað spyrja ertu mig eitthvað rugglaður? Svona í alveg? Hvað mennur? Þið finnst þetta bara ekkert Er eðla það Jú, 15M á ekkert haus eðla. eða 7,575 7-5-7 Hvað er þetta pulladrengur? Þetta finnst mér margt eðlar Ég verði miklu meira til í að fara bara í bakari og fá mér ostaslöfu en ég fæ ekki 15 miljónir fyrir það Nei, Já, 15 bara fyrir Ostaslöfu? Jesus, ég myndi Nei, ég er að segja að þú Já, ég veit það. blöð trýtar þetta eins og ég væri að fara að gera þetta bara eftir en þú veist Ok, ég veit að það er búið að stríða mér, ég sé svo rættu við þetta allt eitthvað en þetta er samt það er eitt one time only eitthvað svona drasl versus að vera bara Þú veist ekkert hvort þetta verður one time only Nei. Kannski fannst þetta það rosalega gott að þú ert actually búin að eyða þessum 15 miljónum bara 3 vikur Þá setna myndir ég bara bara slökva í kvíkill. hvítasloppin með Kitta Brits af því að það er svo létt Nei, ég er að Pappi segja- minn hefur aldrei farið í sloppin Nei, ég er að segja að Sko, þú myndir að kíkja með honum að þú myndir gera þetta með ég er honum nokkuð viss Hann myndir bara að- fara með honum Einar hefur líklega ekki prófað krakk sko. Það er random gisk sko. Ég held að Ég blísna myndi að segja að menn verði það er ekki 99% mikið að verið í ég því, væri sko. ekkert mikið í því sko Ég held ekki sko. En heldur hann að prófa gras? Veit ekki hvernig þegar hann var hipp einu sinni Já, það var spólir hringi og eitthvað, mögulega ég er samt, veit það ekki Ég þarf ekki annað en að horfa á mynd af pappan Steindi Ég get sagt þér að hann hefur prófað gras sko Já, ég ætla samt bara að halda með þetta svar Já, mér finnst það bara svo En málið er skrítið samt, þetta er sko- Ég held ég myndi ná ykkur að En málið, það, sko það er enginn að slasa sig enginn þú ert ekki beðum að taka af handlegg eða eitthvað og Það er miklu verra þegar þú ert að segja okkur að við erum að skera okkur hendurnar og allt Sun þetta is shining og sittum við Nei, borð þetta er í janúar eitt og þetta er á bjór götuhorni. og svona pass me the bong Nei, þetta er ekki þannig það er ekki. Þetta er ekki bara þú í Amsterdam bara í miðjan júli með pappaðinum Þetta er í janúar bara í einhverju götuhorni Það er ekki að tala um logandi ruslatunnu Já, og þetta er kuldi þannig. og það er allir Já. úlpum og svona Já, þetta er basically New Jack City sem er frábær mynd Sturlumynd Þannig að allir báði bara að segja já við þessu Sko, mér finnst þetta er bara það góð uppað hjá þér Já, þú varst alveg heldur góður 7,5 M á haus Herra ok, fyrst þeir eru svona rosalega mikið fyrir góðu upphæð og ykkur verðist vera alveg saman með pappikar Myndu þið selja pappikar fyrir miljard? Hvert er að selja hann? Bara Það er enda að vanta bliksmiðu út allan heim sko Já. Þú segir það sko Þú selja hann í þrælahald Þannig við myndum aldrei sjá hann aftur Nei sko, koncept að góða það er við þessar helviti 15M er að þú veist við bara reyktum eitthvað krakku sem fóruð bara heim skilur, en að Þú selja veist það ekki, þú veist ekkert hvað gerist Nei, en eftir málið er að þú veist Þið talið um mynd eins og þetta sé allt svo létt Nei, Þið veitir nei. ekkert hvað gerist þegar þið eru búin að taka þetta ógeð bara inn í ykkur og... Nei, en málið er að þú ert satt með 15M og krakkið og þú veist, ég sé fyrir mér að ég og pappi væri svo bara endum að makki dí bara í burger og 15 miljón krónur ríkari sko, þú veist, þannig, menna auðvitað ímynda mér sem það, ég menna, við ætlum ekki að ímynda okkur að versta hérna. Nei, þið ættu kannski að gera það Þannig að hérna Þú ert líka vanur og reykt mjög oft sko þetta er ekkert þess að verið þig, ekki neitt sko. kannski smá munur Ég- að því að við reykt sígarettur Ég er ekki vanur að reykja shit sko En ok, ég ætla að breyta sem með pappikar Tók þetta smók Selja hann fyrir galtalega einu sem tók ég smók Hann fyrir ekki neitt þrælahald En myndið þið selja pappikar fyrir miljard Þannig að basically að það myndi eitthvað kaupa hann að þér og pappið myndi ætlega það sem þann sem kaupir hann að þér og þú ert ekki lengur svona pappa hans Fær steindi miljard Þú þarf Já. að segja þetta hægt sko, ég Fyrir miljard skildi þetta ekki Ok, segjum bara Hvað er kett mörg hrendi fyrir miljard? Það kemur einhver hérna Það er höllandi mörg sko Ég er bara endalaust Það kemur einhver sem vil kaupa pappa hennar þér Já, þannig að pappi minn bara fer einhvert Nei, Nú, þú fær miljard Já. og Hann er þú ekki lengur ert ekki lengur sonur hans en sá sem að
keypti pappa þinn. Ég er sonur hans. Nei, hann er orðinn sonur pappa þins. Hann er sonur pappa minns. Já. Þannig að það væri einhver annar núna út í bæ sem myndi mjög mikið vilja vera sonur pappa minns. Já, bara einhver sem á alltaf mikið pening og Þegar þú veist, já, og er að fá pappa þér. minn er frábær sko, það er ekki það. Hann er snillingur í tískan. Þú veist, það væri svona eðlilegra ef hann væri milljarðarmenningur að einhver myndi kannski vilja vera sonur hans. Já. Sko ég ætla ekki að selja pappa, en ég til þess að 15 fyrir krakkið sko. Ég er sammálaglið það. Ok, bara síðasta. Möndur þú láta sauma tippið þar inn í rassina fyrir $1 Og ég bara Þetta er blöður á Nú dark ætla place. að beðja fólk að stilla á bylgjuna núna. Nei, þeir eru miklu verri, sko. miklu verið að setja í gangi það, sko. Stilla á bylgjunni svona 2-3 mínútur. Þegar þá þurftur að skera þér eyrum sko. Þeir eru líka í myndur fyrir kæð sko. Miklu grófari spurningar. Hérna sko, fyrir sauma 1B, þá ertu helmingi. Það er Steinþór að taka af sér penisinn og Nei, hann er teygður yfir. teigður yfir og saumaður þar. Já. Það er sérstætt sko. Ég held að ég verði ekki búin að hugsa þetta. Ég var búin að hugsa þetta. Já, hvað mikið Og kæst fyrir hvað þetta? er hann lengið? $1 Hvað er hann lengið? Já, en það er að míga. Stómabóki. Ok. Þá verður vantalega að pissa í þitt eigið. Nei, hann er alltaf búin að sauma. Sko, ég ætla að segja nei við Ég var búin að þessu. hugsa Einu sem þetta segja já við krakkið. Það er góð dýl. Allt hitt var eitthvað slæmu dýl sko. En hvað er þetta lengi saumar? Það skiptir öllu máli sko. Forever. Forever? Já. Já, ég meina Forever? Hann skeinir sér 18 sinum á dag blöður sko, og þú veist, hann elskar raskat á sér út af lífinu sko. Það þarf að hafa það í lægi sko. Ég meina, drengir, það er ekki að hafa þetta forever. Takt þetta niður í ár. 10 ár. Já, 3 ár. 5 ár. 4,5. Ok, myndur að gera það. Það myndi ekki það. Ó, þeir lokuðu dýr. Það var basically svo að Steindi var í Shark Tank. Hard barking hann. Já, það væri, þú veist, 1B og, þú veist, Sko $1, það er rosalega. já, ég heldur held mikið. að þetta sé bara mjög sangjant til. Já, herru, ég er ekki samanlagur. Ég er hættur í þessu ógeðis heroin kraks spurningum. Þetta var síðasta. Allt þessu þeim áfram, en þetta er skemmtilegt. Nei, ég held að þetta væri botnin. En þeir voru bara eitthvað fannst þetta frábært ill. Og ég ætla að spila hérna finnska lagið fyrir Egil. Ég elska þetta og ekki bótt takk. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. En já, við Steindi erum ekki í beinni útsendingu núna. Við sitjum hérna tveir inn í búrinu góða með klefan eins og við köllum þetta oftast. Hár rétt hjá þið blöð og heyrðu. Og það er komið tíma á fíblaskap. Já, ég ætla að gefa vísbendingu. Ok. Já, svona hlustendum. Ég er náttúrulega veit hvað er að Já, byrja. en hvað ætli hlustendur haldi núna? Ferðarleikur bylgjunar. Þetta er ekki ferðarleikur bylgjunar í dag. Nei, þetta er fermingarleikur bylgjunar. Fermingarleikur Já, bylgjunar. nú eru fermingarnar að dritast inn. Sko, svo þetta gæti orðið þannig að við séum með bylgjuleikin 2 föstudagar röð, því við verðum svo fyrir páskaleik bylgjuna. Það er náttúrulega besti leikurinn. Já, það er aðleikur. Alla Jay-Z spurningarnar. Já, einmitt. Hvað var okkar maður lengi á krossinum og fleira? Hvað gerist á föstudaginn langa? Heldur fyrir nokkur mánu síðan að þessi klefiðin er svo ferðarleikur bylgjuna þegar þú tekur páskaleikin. Er það guðlast? Nei, okkur. Nei, ég veit ekki, því að Spaugstofan lenti í rosalega vesinni fyrir 20 árum síðan að því voru eitthvað að gera grín. Þú ert basically að gera grín að Já, þeir gáðu manni okkar sín manni. Þeir gáðu manni sín, mást ekki. Svo var þeir að stilla sín í sjóðarpunni. Já, ég meina bara einfaldasti brandari sem ég heyrst. Ef það var vesið þá get ég lofar að páskaleikur þeir hefði orðið vesið. Já, en erum við ekki bara að reyna að vera fyndir? Já, það er svona það eina sem við reynum í þessum þætti svona í grunninn, við erum alveg reynskilnir. Já. Tekst ekki alltaf. Nei, það væri skrítið að væri maður að særa einhvern. Já, það er með páskaleik bylgjuna, fjandinn það væri spes. Herðu, ok, fermingarleikur bylgjunar er að fara af stað og já, ég þarf að gera hérna reddi hjá mér game-themið. Það er tilbúið. Viltu hringi í konuna kall? Sko, ég væri til í konu frekar, sko. Já, eins og við höfum komið inn á, það er Minnilegur hún skell á. Já, það er svona meiri þolinmæði. Já, ég ætli fallegt nafn. Það er Hafdís í dag. Já. Eins og mamma. Já, fallegt nafn. Já. Ég held að sé versta sem þú gerir að ringi einhvern pirraðan kall í ferðarleik bylgjuna, sko. Það er 2 sekúnda síndal, sko. Já, bara skellt á, sko. Herðu, Já. þú tilbúin?
Já, ég er tilbúin Er ég tilbúin? Ég er bara Þú ert eða aldrei í þessu sko Nei, og kannski bara ekki tilbúin Jú, ég með þetta hérna Ég eyði hálfur æfið minn að bíða eftir þess Nei, ég er ekki að bíða Ég er bara að finna hluti Ok, maður sem Mástu, Hafdís Já Hafdís, mástu, þú ert allir hinnir Já, og við vonum að sjálfsögða einhver svari það komin manneskja á línuna, drengir Er það Hafdís? Hafdís? Nei, ég náði mér þess að tímasetja sko svo vel að því að það er svo ég reyna alltaf að selja þetta eins og við séum að spjalla fyrir Herðu Herðu Þetta dregur manni Nei, svona getur bara ég gæst Herðu, beint í næstu Hafdísi Ég finna, það er orka hérna, við erum heitir sko Hvernig áttu fyrst spurningin? Hvernig byrjuðu fermingarnar? Nei Af hverju fermið? Hvað voru að vera með þetta á hreinu? Ég er bara með svarið Já, ekki hvað og hvað Bensin og bílinn Ertu þarna, Hafdís? Já, glæsilegt Eigum við ekki bara vind okkur í fyrstu spurningu dagsins Ég held það, drengir, þið eru klárir, það ekki? Ok Já, svona, og við förum yfir í fyrstu spurningu Ívar, þú kannski setur stemningslagið á hjá okkur Maður sjá Hafdís Þetta er auðveld spurning Nánast gefin segir nú bara Hvenær hófust fermingar? Við kristintöku Við kristintöku Þetta er nú bara vel svarað Má ég sjá Sigga, ertu með svarið? Nei! Því miður En við erum í gír Við erum með fleiri Málið er að fyrsta fermingin hófst í rauninni Hafdís Þegar það var hópsöfnu fyrir úlinga sem var og hafði lítið að milli handana og þá voru krakkar að labba milli bæja sem voru að leita vinnu í óveri þetta er náttúrulega langt síðan en þetta eru breyttir tímar í dag Hafdís, ertu þarna? Þá er það næsta spurning hún hljómar svona Hvað færðu við altarið við fermingu? Ég gefði vísbendingu Blóð og brauðkrist Já, byttu og hvað er það þá yfir í? Þá er þetta væntanlega brauð vín og Já, en ertu með Enda er þriðja spurningin núna inni og má ég sjá Nú fer vinningurinn út Já, nú fer vinningurinn út eins og ég sagði, þetta er bensin og bílinn þetta er fjórhjólaferðir, þetta er afnóta sumabústöðum og fleira og við höldum áfram og þetta er þriðja spurningin Hafdís Ertu þetta? Já Þriðja spurning Hvað má fermast oft? Það fyrir eftir hverja trúar þú ert Já, þá erum við að tala um þessa kristnu Það er Einu sinni má ég sjá Einu sinni, hvað gerist í þessu Heimir, ertu með bjölluna Nei Hvað vantaði þetta Ég held sjálfur að vera bara einu sinni Ég held það líka reyndar og má ég sjá Hafdís en við fáum stemningu í salinu Stemning í stúdíu Þetta er fyrsta sinn Ég skal gefa það Þetta er fyrsta sinn sem er spennaði leiknum Já, Ég er svona Ég held líka Ég held hún myndi vinna sko Onskotin Ég held að vinningur færi út núna Þetta er svo mikið gæft að þeim Henskotin maður Ég Já, þetta er Hún var hress og skellur Já, hún var mjög hress Og ekki tapsár Nei, Hún var að keppa for real Já Ef ég myndi svara rétt með brauðið hérna og vínið hún var með allt rétt Já, svo toffi karmela Hún var nánast með allt rétt Það vantaði hjá henni karmeluna Og hún klikkaði á að megi fermast tvisvar sko. Já, ef þú átt skilnaðarbarn Ef þú átt skilnaðarbarn og ferði í þetta hvað innan nokkra ára sko. Það var En þetta gekk ágætlega hjá henni En hérna, hún bara reyna að ringja næst Þannig að það er stór páskaleikur Hún ringdi ekkert, við ringdum í hana og þetta var símant vittlisingur Þetta var fermingarleikur Belgíunar FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch.
Það er rétt þeirra að hlusta á FN95 blöð hér í búði Dynout og Loop og já, drengir, þetta er fljótt að líða, klukkan er að vera 10 mínútur yfir 5. Það er rosalegt. Það er herrakvöld eftir 51 mínútu. Já, time flies. Ég held bara að segja mig það að ég komið að spurningefni Gilsarans. Fæ ég trailer? Þú erum bara á herrakvöld félagarnir og... Það er, þú veist, ef það er einhvern tíma, þá er það núna, finnst mér. Já, ég verður, þú stemningsmáður í dagablöðu, það ekki? Jú, en sko, ég veit ekki hvort það sé búið tínunum. Tínunum? Þá er bara Ríkar og svo Guðrúns að finna sér nýja vinnu. Býttu, er þetta hérna? Nei, ég er ekki verið með eitthvað klapp í byrjun, sko. Þannig sko, varstu með klapp í trailerinu með það? Nei, ég var ekki með klapp, sko. Ok, en Þetta var I'm gonna ask a question. Já, þetta er hérna. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! And I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Who will be the king? Who will be the king? Ask the question. Það er komið að spurningefni Gilsarans. Ask the question. Ask the question, muscular man. Sko Herru, við gleymum, það er hérna bucketlistin kemur svo inn í dag, hann kemur á eftir. Herðu, það er klukkan 6. Þetta var risa tilkynning. Fyrsti bucketlistin er að koma inn í dag klukkan 6. Við erum hægir. Já. Við erum aðeins að gleyma okkur í málverkunum og herrakvöldinu. Strákar, bara til að gefa kannski fólki smá info þetta, en þá erum við búin að vera í blöggastinu með dagskrálið sem heitir bucketlistin. Já, það sem byrjar að mynda núna. Já, við komum alltaf með 2 af mann í hvert þátt og núna erum við konum með 34 atrið á haus. Já, og þetta eru basically núna orðið vídeoþættir og fyrsti vídeoþátturinn, bara bucketlistin, þetta er bara þáttur. Kemur inn klukkan 6. Og líka gaman að fólk viti sko, frá við byrjum með þetta, að það var aldrei hugmyndin okkar að það myndi fara í vídeo þá. Nei, það var áskrifandi sem bent á það. Fættist bara Áskrifandi sem bent á það. En það er líka mjög erfitt að setja margt af þessu að ný mynd. Já. Við erum komið með út að hagi eitt í karate sem kemur bara online og eftir. Við erum búin að taka upp þegar ég er frá Hestbæk. Og Hestin sko sem er award winning shit sko. Þáttu 2. Hesturinn kemur núna bara strax í kjölfarið. Þáttu 2 þegar blöð sko basically ekki bara að fara á Hestbæk sko, vera á Hestbæki með fjall og vera sexy líka sko. Það var bara hann var að vera sexy. Það var þetta mjög langt frá bucketlistanum mínum en fólk sér það þegar það kemur út. Ég hef aldrei séð gæja á hrættan með hest. Ég sá þetta með berum augum og þetta var í alvörinu. Ég held að þetta koma róvart. Þetta var sturlablu. Það var töff í lokin. Já, þetta grínast. En það var vandrarlegt frá með því. En fyrsti þáttur þá fór ég og fekk belti í bardaíþrótt og það er búið að vera á bucketlistanum mínum lengi. Hann kemur inn á fn95blöð.is strax eftir þátt klukkan 6. Og ég hef alltaf verið aðeinslegt að þetta svona 50-60 þáttasería. Skemmtileg koncept. Lágmark. En King of Being a Gentleman, sko skemmtilega veit er að þessi keppni var, King of Being herramaður var 11. janúar 2019. Já, mæntalega leiðin á herramaður. Og blöð reykti það. Ok, en það ég held ég sé meiri herramaður en Steindi. Já, ég meina greinilega allan þú tókst þetta þarna sko. Með titilinn. Spurningin er sko, er Steinþór að fara hysja upp sig? Það er spurningin sko. Steindi, hvað finnst þið líklegri? Verða meira herramaður? Mér finnst það persónulega að vera bara 50-50. Ég meina það fyrir eftir náttúrulega hvað hann er búin að ákvæða bara hver vinnur. Það snýst náttúrulega bara ég er ekki búin að ákvæða hver vinnur. Þetta er spurning. Þetta basically snýst bara hvor okkar verður hann í dag. Það er bara getur betur en þú farið bara að ákvæða hver vinnur. Það er spurning ekki sko. Ég myndi segja ég var líklega Það vinnur er bara gæðin sem var bestur í dag Herramaður, þú veist basically ef ég til dæmis með þér í bílblöð þá hefur þú aldrei farið, þú veist, þú voru aldrei lagt bílum gengið hringin og opnað fyrir mér. Nei, enda er ég ekki reyna að sofa hjá þér sko. Nei, þú veist, þú er aldrei gert það sko. Nei, ég hef aldrei, þú er aldrei sest í bílinn hjá mér og ég reg við. Þú hefur reynda Það hefur kemst í þínum bíl. Reynda að sofa hjá mér eins og mástu? Nei, ég hef aldrei reynda að sofa hjá þér. En ég þekki samt alveg regluna, ég prömpa ekki í bílinn þínum. Nei, þú prömpar í þínum bíl. Já, ég er ekki rekandi við ég held í mér. Það er ekki að tala að steindi sig ykkur prömpari sko. Nei, ég held aldrei viðrækstri inni. Aldrei, af því að ég held að það sé hættulegt. Alveg sami hvað aðstæða þú ert. Þú lærði það að Dóra DNA. Nei, ég meina, þú veist hvað minnur, ef ég væri bara að hitta Guðra TH. Já, þetta forsýningu bara á bíómynd. Hvað, myndir reka við fyrir framann en að gemmi það? Ég meina, ég bara, I'm only human, Harry, sko. Er ekki stemningsmaður líka? Hvað, ég að vera að drepast í maganum og eigin ekki líffæri? En núna kemur bara ljós
Þið getið rifist eins og þið viljið. Nei, fáum þetta. Það verður bara sigurvegari og sér verður lúser líka. Góður herramaður hugsaður vel sig. Fórst þú í klippingu í dag? Já. Ok, blöð, þetta ekki að bera nóg vel fyrir þið núna. En ég snóðaði mig. Já, fórst í klippingu. Ég get það ekki. Fórstu snóðari í dag? Morgun. Ja, það klipping. Wow, það er eiginlega klipping sko. Eiginlega, það klipping. En ennur að það standa eina þessu klippingi sjálfur. mín, Ferði ekki ykkur stofu? Nei. Þú ert ekki að standa í þessu sjálfur. Gerir þetta bara heima. Standi þessu, hann bara tekur vel. Þú ert bara tillar í stól og bara eitthvað gæði. En ég veit ekki hvort það flokkið sem klipping. Þið verður bara... Ég var í Europa í kartir í morgun. Við tölum mennska boltan og veist, hann gefur mér að beverage. Já, ég bara get spjalla við Rakel mennska boltan og fengið með bjórmiðinni sko. Það er allir feskir og svo bara snóðaði mig. 1-1. Okay. Það ekki, ég myndi segja 1-1 Ég er haldið einhvern veginn að steindi með taka þetta. Þetta er óvænt sko, blöð er favorite núna. Hörru, þetta er skemmtileg follow-up umræðin sem steindi kom með. Þegar þú lappar út í bíl með frúnni, tekur alltaf sprettin að farþegarsætunu og opnar hurðina fyrst fyrir henni. Nei, maður gerir það. Strákar, þið nú verðið að fara að setja ykkur í stand sko. Hvað er þetta eitthvað ruggli? Hvað er svo, heldur að þú veist, það Þú myndir spyrja mig bara En ég er það vaninn að taka sprettin af því að þú veist, Það má ekki gleyma því að líka til sko, hluti sem heitir trying too hard. Já, ég er að segja það. Það verður þetta bara óþægilegt. Já. Ég var alltaf að hlaupa og taka hurðina fyrir hann. Við erum búin saman í 6 ára 1931, New York, menn með pípuhattinn og jakkafutunum til að opna hurðina fyrir þetta. Þeir voru hættir og eftir 3-4 teitt. Það er reyndar alveg okkur punktur. Ég held að herramennskan sé verri í dag. Hún er dying. Já, það eru 100% og maður má alveg hysja upp eins. Ég er ekki alltaf að fara að opna hurðina á bílnum fyrir konunum. En það er 1-1. Þetta er rosalega spennandi. Ef að frúin væri beðin að telja upp þína kosti, heldur þú að herramaður og eitt af kostunum sem hún myndi telja upp? Nei, ég staðfesta strax. Það er ekki svona, já, hann er góður við börnin, hann er herramaður, það kemur aldrei. Nei, herramaður kemur væntanlega ekki þarna. Það getur örugglega sagt góða hluti okkur sko, en herramaður væri held ég ekki. Nei, heldur ekki? Nei, ég held ekki. Ég hugsi þetta ekki þannig sko. Helvita er maður að koma illa út úr þessum maður. Já, samt ekki. Eina stíð er klippingin. Já, það var stíg. Ég var alveg með þér í því sko. Já, þetta er mjög spennandi. 1-1. Hefur látið einn rífa fyrir framann frúna? Já. Heldur það snögt svar Já, hann sagði það, hann heldur aldrei í sig prumpi. Ég er bara ekkert vissum ég hef reikið við fyrir hann Rakel. Ég er ekki svona grínast. Nei, fjölskylda mín hefur bara svona Hvað er þetta, eitthvað leikur í okkur? Nei, fjölskylda mín hefur Rekur við og þú veist, og ítir í svona með kottanum í áttina og svo flippar í. Nei, ég er ekkert að því. Ég bara, þú veist, ef ég er bara lappandi heima þá reki bara við, sko. Það er ekki það, sko. Ég segi nú yfirleitt til krakkarna að það hafi nú bara verið opnin, sko. Þú ert þess að babbi. Er eitthvað djúðus háa í opninu heima það? Nei, ég segi bara stundum ef það er eitthvað kallar á mig þá þetta bara opnin, sko. Jó, samt, ég get ekki, lóist allavega, ég man ekki eftir, en ég get ekki staðfest að ekki gerst. Þetta fekk á gott mataræð. Þú rekur alltaf minna við en Steinþór. En minna, þú veist, ef þú ert heima hjá þér þarfst að reka við, þú veist, hvað hleypur bara eitthvað út? Herrastu mín, ég þarf að skrepa út á bensinstöð. Ef ég og Rakel myndi liggja bara upp í sófa og ára sjónvarpið, við þurftum að reka við, ég myndi þykjast að sækja eitthvað í ískapinu eða eitthvað. Akkur segir ekki frekar það bara, herru, ástu mín, ég þarf að reka við, ég ætla að fara þarna og reka við. Nei, ég er bara, ok, ég er herramaður þegar að kemur þessu, ángríns. Það er 2-1 fyrir blöð. Þetta er ákveð sjokk, ég held að það væri allir rekandi við, ekki? Já, þú er trailing, Steindi. Þetta er bara viðrekstu, þetta er loft. Já, svo getur komið að lykta þessu eitthvað. Það er óþarfast að lifta raskinin og íta með kottanum. Það er enginn að því. Þú veist, ef ég var upp í sófa núna í einhverju kósi, myndi ég bara, herru, ég ætla að fara og sækja eina Max og reka við, málið er, menn eru hreinskilnir, það sem ég elska við þessi keppni, menn er ekki að þykjast verið eitthvað sem þeir eru ekki. Nei, ég er bara, maður er svo söpulegur og hérna er komið spurning og ég rauninni hér hefst lestur þegar svo alltaf fyrir allar keppnir þá ger ég research og ég dætti á mjög virta síðu sem var mjög virt rannsókn. Bara svo veitir, ég fíla þegar hún gerir svona, þetta er ekki alltaf bara, herðu, hvað, hefur eld stöðum eða vörðum alla kringlu og eitthvað svona keppni. Og ekki við á sama tíma? Nei, sko, ég fann mjög virta síðu og ég ætla að lesa upp á þessu, ok. A gentleman does not arrive late. Don't leave others waiting around for you. It doesn't leave a good impression. Þannig að nú spurningi mín er, mætur yfirleitt á réttum tíma? Ég er komin í 3-1, það er staðfest. Já, sko, við þarfum ekki svona að heyra að svara. Nei, við þurfum þess ekkert. Hann verður setna að svara, sko. Blöð tekur þetta hafa, já. Já, sko,
Það er ekkert þú vissir þetta alveg fyrir. Ég grunaði svarið sko, ég var ekki alveg viss sko. Hvað, var það þóttavel? Hvað var þetta? Nei, ég er að hleypa þetta inn. Já, sko, það er 3-1 sko, og Steinþór, þú þarf aðeins að hísi upp þig nú. Ég er bara stjórningi spurningunum. Hefurðu gargað á vinnin að drífa sig þegar hann er að hægja sér í róluheitunum? Hvort fær þú vantilega fær ekki stig? Nei, það er dónaskapur sko. Já, það er algjör dónaskapur. Þetta hef ég aldrei gert. Ekki heldur. Flottur hjá þér. Steindir það að berja mig. Já, sko. Ég hef aldrei búin að þekka í 13-14 ár. Ég aldrei séð svona ég var ekkert reyður, ég var nexlaður. Nei, þú varst reyður sko. Þú var svona nánast bara. Ég hugsaði, ég standi upp og þar ég að break them up. Ertu eitthvað rugglaður? Þú varst reyður, alveg reyður. Málið Steindi var að hægja sér róluheitunum og blöða labbarinn og segir Steindi! Já, þú veist, það verður að fylgja söguna. Þetta var almenningssalerni með fullt af fólki sem var á klósettum. Það var ekki fullt af fólki að inni. Það er 3 klósett að inni sko. Fullt af fólki á göngunum. Talar alltaf bara því að það er á fullum teg. Það eru 200 manns á svona hæðin alltaf sko. Það var læst á öllum salernum. Nei, það var læst á einu öðru klósti. Þannig að mjög margir heyrðu ekki ljúga. Nei, málið er að það bara og það var ekkert eðlilega fyrir Steinda að segja bara, jú, ég er að koma í staðin bara að sitja í þögn, hann svaraði mér ekki svo kom hann út brjálaður. En hvað sagður ekki? Strákar, málið er það, ég ætla bara að segja ykkur nákvæmlega hvernig það var en það var annað fólk inn á þessum klósettum. Já, og það var fólk bara sem er að vinna hérna á hæðinni. Það heyrir allt innu bara Steindi, að þið er ekki búin á klósettinu, það er komið gestur hérna. Nei, ég sagði, ég er langt í þig. Já, þú veist, málið er það er enginn að hanga á klósettinu á vinnu. Jú, þú. Nei, ekki á vinnu. En varstu í símanum? Nei, ég var bara, alls ekki. Hann stóð fyrir framan speilin að laga skeggið á sér eins og gerir fokkin 20 mínútur á dag, sko. Nei, þetta var bara eins og það var, þetta var mjög dónulegt og enda fær ekki stig. Nú er 3-2. Þetta er helviti spennandi. Hvað mikið eftir? 2 spurningar. Okay. Þegar þú ert með red wine hellur þú alltaf í glasi hjá frúnni fyrst. Já. Báðum bútt þarna. Já, það eru 2 að fá okkur auðvin, já. Það er bara staðfest. Það er rosalegt. Það kom með óvart þarna. Það eru bara heldur romantíkir. Það kom ekkert svo óvart. Basically fjennum. Þetta sé bara eðlilegt. Þegar frúin er búin að eiga mjög krefjandi dag að senda ykkur skilabóð og svona dagur er búin að viðbjóð krakkinni ælandi og på vesen, erfiðu dagur. Lífgar þá på daginn hjá henni með að senda henni smekklega limumynd. Nei, bara stafn. Herru, ég vann þetta. Þetta klúraði. Já, það er átt að segja frekar. Þetta er búin að vera bara nokkuð fín í það. Nú er frekar að segja bara tala um að lífgópa daginn bara, þú veist, erfiðu dagur. 3-2 blöð, rímar meira þess að. Og aftur enni King of Gentlemen. Já, nú þarf ég ekki að leðilegur. Þú, sko, næsta ári, þetta hissi hans uppi. Þú hefur ár núna til að rífa þig í gang. Ég byrjaði bara strax að taka þetta greina. Herru, það kom með Hyundai Coupe-læginu, drengis. Og þetta er lag. Creed. Cuz gæti staðfest að þetta lag var spilað mikið í Coupe-læginu. Já. Það við voruð með hérna bara hálfan í sína, sko. Já, liggur við, sko. Nei, ég var náttúrulega að keyra. Mjög peppaði fyrir að heyra þessu að blastaði Coupe-num. Já, og þetta er samt hljómsveit sem að þið þekktu ekki sem ég skil ekki. Hún heitir Bush og lagið heitir Swallowed. Já, Steindi þekkti hann ekki. Aldrei hefst sem þessu hljómsveit, sko. Þetta er rosalegt lag, sko. Þetta er Hyundai Coupe-lagið. Þetta er Hyundai Coupe-lag dagsins. Það er hljómsveitin Bush með Swallowed. Gefðir það, þetta var lag. Þetta er gott lag. Já, þetta var lag. Og þetta ætlaði að vera með allavega svona næstu vikur. Fekk þetta sendt á Instagram og ég man ekki hvað hann heitir sem sendi mér þessa hugmynd, en ég fíla hana í tælur. Maður spyrir henni, varst ekki að hlusta á rap? Á ég ekki vona á rap-lagi? Nei, ekki hana. Nei, glemdu því bara strax. Já, því miður. Það er ekki með Mosó, sko, og sögðakröki. Við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann heitir Kári Egils, verður velkominn, Kári. Já, takk. Velkominn. Hvernig ertu? Ég er bara góður, sko. Nei, ekki? Jú. Sko, pappin, hann er nú kallaði Silfur Egils. Jú. Erst þú með eitthvað svona nikka á þig? Erstu Gull Egils eða? Gull Kári? Egils Gull, það var eitthvað rosalega. Egils Gull, já. Egils Gull, það er geggja. Hún hefði fyrir ekki mál með þig, nei, En þú ert ekki með eitthvað svona nikka á þér eitthvað? Ég raun ekki, sko. Nei. Eitthvað til mann, já, eitthvað á stundu verið að gera eitthvað grínja með Silfur Egils og það, sko, en það verið ekkert verst, sko. Nei. En og varst að gefa út plötu? Jú. Já, og bara til lukku með það? Algjörlega. Hvernig, hvað, er þetta popplata eða hvað erum við að tala um? Jú, þetta er popplata, sko. En þú ert svona, ert ekki úr
píanósnillingur. Já, Þú ég- segir sjálfur frá, eða ekki? Spila á hljómborun og á þessar blötu sko Svo fyndið sko, því að við náttúrulega erum búin að, þú veist, við náttúrulega konnustu pappa þinn, Jú, jú. skilur við, og þannig að við erum búin að vita af þér í öll þessi ár, Jú, þú veist, jú. við höfum aldrei hitt þig. Nei. Þannig Já, að við ég, erum nú oft hýst. já, Jú, já, já, þið við hafið veist. vist, en Já. ég er bara svona að sjá þig vaksa, bara, þú veist, ég man bara eftir að sé þig bara pingu lítinn, Jú, jú. og þá varst að spila bara píanó, bara, þú veist, að leiða bara eitthvað dæmi, bara með einhverju fullta liði upp á einhverju sviði, Jú, og jú. þetta er búið að vera crazy Algjörlega, sko. ferðalag Mjög fyrir svo, þig. mjög svo Og hvað er það, ertu þá, þú veist, ertu að spila á öll hljóðfæri, ertu aðalega á píanó, eða ertu náttúrulega að syngja Já, og... ég spila píano og hljómborð og syng Já, síðan, já. Það ok. er gítar og Og hvað hérna, en af hverju popplata? Er það eitthvað Það bara... er bara það sem ég er búin að vinna í sko Já, Lengi sko og sem þú verður áhuga á? Já, Já. En er eitthvað, varstu eitthvað mentaður tengt þessu eða bara hérna Ég er mentaður í tónlist en það er svo sem ekki Já, ok. meira svona mentaður í jazzi og þannig Já, sko. varstu ekkert í einhver skóla, ég held ég að menn svo lesa ekstra varstu Jú, ég einhver var- Boston eða eitthvað Jú, ég var fekk styrkt að fara í Berkeley tónskólan í Boston Já, fórstu þangað? Slepptu því? Ég sleppti því bil en ég kannski fer í Já, ok, ég er ennþá- það ekkert nást fyrir það að fara í það? Nei, ekki bil Og þarft þess ekki beint en þú ert ennþá ungur Ekki alltaf leikið er að fara Það var hvað- maður ekki spurður svona á giggi svona Nei, Ertu með þarna gráðu? það er öllu drullu saman, öllu skýt saman Það er það, kannski ekki sko. fyrst Já, Öllu En drullu saman hvað, það mér er stærndir áhugavert þér er búið styrkur í skóla, er það bara út af þá píanó og snilli? Já. eða? Já, það er magna Og maður. bara slepptir í, það er þetta baller move að Ég fá sko- styrkin og segja maður hoppi raskat á þessu og Já, sleppa hvað allan að býða sko En þá, get ennþá farið í skólan Já, en það er eins og segir, það er ekkert nöðsilegt Algjörlega, maður Já. að gera þetta á Íslandi fyrst sko Já, og hvað hérna, hvernig kom platan út? Hún kom út fyrir 2 vikum 2 vikum? Já, Og 10. mars. hún heitir bara Kárið, ekki? Nei, hún heitir Palm Trees in the Snow Bá, ok. Já. Því ég sá bara hérna að þú ferð inn ok, nei, ég skilji. Ok. En það er bara eitt í þessu sem að við gerum alltaf þegar við fáum gesti. Algjörlega. Þá reynum við að kynnast þeim aðeins betur með því að fara í svona hraðaspurningar. Og það er ekki hægt að svara vittlust. Nei, Og þú ætti basically bara að segja það fyrsta sem þetta eftir í hug. ok, Erstu tilbúin? já, já Besta bíómynd allra tíma. Goodfellas Gútt, vel. geggjum mynd sko Upp á hljómsveit. Stevie Dan Hæ? Já, Hvað fórstu það? það er eitthvað svona það hefur kallað snekkjurokk já ég var allavega svona grínast um það það var dómur þarna á þarna sem við kallað snekkjurokks tribute þessi plata en ég dreif þannig svona Það er ekki það langt frá Króksárrocki sko En það er- Snekkjurocki Já, jú, ég held að það sé mjög langt frá því. Það er eitthvað snekkjur á króknum sko Nei Nei, uppáhaldslið í ensku, Chelsea, Chelsea, uppáhaldsmatur, sushi sushi, hvað drekkur á djaminu? Ég fer nú ekki mikið á dömu Nei, en þú er á röltinu. Bara Og vera að ráfa bæinn Hvað er það svo? Segir bara Raki, grískaðan Raki Já, bestu sjónvarstættir allra tíma. Breaking Bad Já, vel svarað. Hvað er þitt besta lag sem þú hefur gert á ferlum? Þitt upp á Það sem er komið út Something Better En það eru fleiri sem eru betri held ég Something better, ok. Something better Já, hvaða samfélagsmiðla erstu mest á? Instagram Instagram, hver er helsti kosturðin? Ég er svolítið Ég er góður að fókusera á eitt í einu sko Getur að vinna í því Ok, en hver er helsti ókosturðin? Sérslíðin Ok. Já, latur sundum Hvað finnst í töðunar þér? Ekkert sem að kemur aðna upp. Nei, ekkert það stemma sko Ekkert sem fyrir töðunar þér. Það má ekki segja eitthvað Nei, ekki það er ekki neitt sem að fyrir töðunar þér. Það fer ekkert sérstakt í töðunum Ekki þesta Nei, Ekki neitt sérstakt Eitt og þetta sko Já, og síðasta uppáhaldsleikari Bós leikari Jim Carrey Jim Carrey. Bara hann Það var frábært val. Geggjaður. Það er réttu stað hér. En hvað er hérna, hvernig svona, hvað eru næstu skref að fylgja eftir plötu? Ertu að ferðu út af því að þetta er alltaf á ensku eða verður hérna heima? Í bil er ég bara að taka upp aðra Já, ok. Já, bara í dag Safna Strax byrjaði bara. Allan dag að taka upp aðra blödu sko Já, vel gert. Og fyrir það sem er að hlusta og vilja hérna checka á þér, hvað er á Spotify? Heitur þú bara Kári Kári? Já Kári punktur, það er bara Já. hann Og Something Better Something Better er eða það svona
veist, Fyrsta lagi sem ég gaf út já. Næsta Er það lagi sem tókst popstjarna hjá Íslands. Kistamartinni? Já, Já, tók það ekki vel Já, gert. mjög vel gert. Já, mjög Já. töff sko. Og ég er ekki bara að spila Something Better hérna Jó, Ég er ekki að setja það á við hlustendur að blasta þessu Já. Þú veist, það er bara, it's a new popstar in town sko. Og bara virkilega gaman að fá þig Já. Og bara Gaman, gangi er vel, elsku vinnur Við höldum með þér, þú veist það Takk. Herðu, við ætlum að heyra lagið Something Better hér með okkar manni Kára, tjekkum á sem FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur F95 blöð og já, þeir hjá Túborg fylgtu einmitt á kælirinn okkar hér vitandi við erum að fara á herrakvöld og við þökkum kella fyrir það Já, Sko, þetta maður er ég lægi eitthvað vegna að tegi mig eitt læt núna Já, jafnvel 2-1 sko. Við þökkum Kára kella fyrir komuna Já, gaman að geggjað, heita sko, Kára já, og það er svolítið fyndið að því að maður er eiginlega bara búin að fylgjast með honum vaksa Já. og dafna Hann er þetta er svona eitt mesta svona minimi sem ég séð að hann er alveg eins og pappi sinna Já. Við erum með sömu krullur og Já, þegar Pappa verður sér farlega worldwide nettur líka sko. Þegar verður worldwide sensation þá getum við rifjað upp þetta spjall Já, Já, og við getum orðað þannig, ef það er einhver sem er að fara að meika erlendis þá myndi ég alveg betta á Kára sko. Þannig Já. að ég er svona að vera gaman að komast í eitthvað svona VIP þegar hann er komin eitthvað út sko. Hörru, mér langar þess að rub it in Málega er að það er ekkit þreyttara en þeir lið hérna fyrir norðan og þú veist, eitthvað lið og Við Akureyri hér og- fyrir norðan, við erum fyrir sunnan sko En fyrir ekki, já, þú veist, ég segi, fyrir lið, sko, lið sem er á Já, býr á Akureyri og já, í kring sko, Egilsstaðir þarna, þegar það er eitthvað 25 stæði hiti og sól og það er það, hvernig er veðrið í bænum, Ég fekk þetta sendt líka, það er alltaf kafi Já, snjó hörru, sko nú ætla ég aðeins að rub it in Nú erum við á höfuðborgarsvæðinu Það er ekki eitt ský hérna Nei, nei. Það er blár heiminn, sunshine Það er allt í apaskít á Akureyri og á Egilsstöðum Við erum og nýkomni bara allstar annars þannig á höfuðborgarsvæðinu Við Það er erum bara að segja nýkomni ykkur að ég geti þetta Já, við erum, sko, ég og Öttir er nýkomni frá Króksaðar. Egilsstöðum og Neskústa og ég hef aldrei séð, sko, Egil var Öttir var, sko, hann var svona eins og 70 ára gamall maður við stýrið hann var, Ég þurfti að stoppa fjóru sinum Við vorum að keira frá Egilsstöðum inn á Neskjöpstað eða í Neskjöpstað veðrið var komist þarna, sko Já, af því að ég sá ekki út um rúðuna þetta er og það er að koma apríl Þetta er bara grín, þetta var við basically flugum frá Reykjavík en svo það lent á Grænlandi Þannig að núna getum við aðeins verið rub it in Rub it in, Þess að þau eru yfirlega að segja að það er frábært við þar Já. Það er apaskítu þar núna, það er frábært hér Ég nefnilega fekk sendt frá nokkrum hérna að veðrið er ekki svona gott hér að því við vorum að tala um að veri sóla og Ég þróttaramerkinni meina sko, það er ekkert- ég hef ekki séð svona gott við hérna á gríns þetta er best að vera í ár, sko Herru, en drengir, ég er að spáði hendi ykkur í sturlaða staðrendir hérna eins og núna og hversu styrlar eru þær? Þær eru bara nokkuð fínar Já, Svei mér Safe þá. facts Já, ég ætla að byrja á fyrstu Þú já, mér finnst þetta ákveðverð Þú ómeðvitað breytir hegðun þinni þegar það er hort á þig Þetta kallast the Hawthorne effect Já, Þannig að bara að horfa á þig. ef einhver að horfa á þig þá breytir hegðunni ómeðvitað setur upp aðeins meira svægi Já, eða minkasvægi eða þú ert ekki þú sjálfur þegar það er einhver að horfa á þig Já, já Og það er Þetta meina að myndi Steindar reyna að vera meira sexy eða þú skilur, ef hann veit að vera að stara á sig Ég myndi alveg bara að fara í kringla núna myndi ég svona að reyna að nú er ég Nei, þetta er meira Það svona var eins flottur og þetta. Þetta er meira eins og þú sett bara heima þér Svo allt í hennu veist af því að pappiðin eða konaðin er að horfa á þig Þá breytir þú hegðunni ómeðvitað Þú ert ekki að gera það viljandi sko Þegar nú veistu bara að vera að horfa á þig Ok. Og þetta kallast the Hawthorne effect Hawthorne Já Bíflugur halda danskeppnir Og það er hylla sigurvera Og ég dyrka það Ég elska að þú ert með bíflugur og heilanum og ég dyrka það sko. Já, ég elska bíflugur Ég var ekki að fan Ég, sko, Rakel brjálaðist þegar ég tók hárspreyið á bíflugun sinni Já, en En sko- það hef ekki gert það síðan Það er, að líka hleypa þeim út. það er fljúandi bángsi sko. Ég veit það, maður á ekki að gera það Máttaka á geitungaruslið sko. Nei, og helst að reyna bara að setja þetta allt í glas og hleypa út, sko Ég elsk geitungurinn þreyttur sko. Bíflugur eru bara Já, Ég elska bíflugur heldur um einhvern tímann drepa bíflug og ég veit að hún er kannski á leiðin í danskeppni Já, hún var ekki svo leiðin í keppni Þú ákast bara að spreyja Spreyjar, já, ég bara fæ í magan þetta er bara Þá er það næsta algengasti fæðingadagur heims er 9. september En á Íslandi er það í byrjun mæ eða 5. mæ Já, Já, ég er 13. mæ Já, en veistu af hverju það er á Íslandi? dóttir minni 7. 7. mæ? Já. Þá varst þú að gera eitthvað á þjóðatíð Ég myndi halda, sko, fólk er mikið að gera niður þessu á mellumækina, sko Já, þetta er það Er það ekki? Jú, Já, ég með það Já, en ég þetta er sko 9 mánuðum eftir Vestló, byrjun mæ Það Ég er, var getinn að mynda á þjóðatíð, sko það eru Hvað veistu það? Mér var sagt það Það eru smá líkustrákar
Það er ekkit Þú hefur sagt þetta einhvern veginn áður Þetta er alveg grill Hvernig fóru settið þitt á bak? Þú ert í desember Nei, málega það er sko Byrju, hvað mánuði var það? Það er að tala þeirra fóldra mínir fóru í gang Já, það er bara Það er óþar að bara skiptir ekki Það veit ég Ég er líka bara orðið þetta svona Hver að fór settið þitt að bak Býttu þú að þú ert í byrjun Íðilegt sko En strákar, ég get sagt ykkur Skrítið mánuður Nei, ég menna það verður í mars Þetta er ekki flókið, það er 3. mánuður Hann er 12. Það er svo núna, þetta er bara samlíf núna Já, reyndar að fara að voru þess En hann er svolítið vorkall líklega Kallinn Já, hann er það sko Það ekki? Jú Ég meina fyrst að þú ert þarna í desember sko Já, en ég meina bróður með og sýstir eru bæði í februar Hæ? Þau eru bæði í februar Í febrúar? Já, hann er kenningin Það er svona mitt sumar hann einhvern Já, tíma hann er sumarvorkall En Það meikar allt sens Já, þau eru svolítið crazy á sumrin En sko, máli er að dóttir mín er fætt stráka 7. maí Og það er náttúrulega svolítið erfitt að pinpointa nákvæmlega Þetta getur alltaf skipt einhverju viku til eða frá og jæri Þjóðið er líklegt Já, en veistu hvað er líklegast Svona þegar við vorum að rekna þetta sko Það eru ágætis líkur að dóttir mín hafi verið getin á fettiskon Já, ok Þegar vorum við tökur í steindakon Það er Það ekkert var annað komin Jörs Púkið þar eða ekki Ég horfði á það þætti að þú varst með þessu liði fyrir rúmið sem var kolvillust Já, Það var ekki tannig sko En þetta geti nú verið ykkur vikur skekkið annars En okkur alltaf 9. seft sér svona algengur Hvað er að gerast þetta 9. Hvað er að undan það? Við erum svo lélegir í stafn Já, maður getur ekki gert Ég náði samt að reikna Er það áramóta penis eða? Já, gæti verið Fólk er mökkað alltaf áramótunum sko Já, það er bara hár rétt við þér Er ekki svona kannski bara aðfangadags eða svona Þetta er áramóta líklu til þess að fara að Herðu, það meikar rosalega sens Það ekki? Jú, þannig að þetta er áramótin Já, allir í fríi og svona allir heima Já, en mér finnst mjög Þannig að gaman góð líkur á að sínjón sé á baki núna Það er svona vorni kallin Já, næsta ekki bara farið næsta Svo finnst mér líka bara talandi þetta og finnst mér rosalega steikt að þú viti hvernig þú varst getinn sko Mér var sagt það Já, ég veit það Það var á þjóðatíð Já, bara Ég elska þjóðhátíð. mamma og pappi settist aldrei niður með mér og bara herrinu, við þurfum að segja svolítið Þú varst getinn þarna En hefur þið spurt hvort þú sett planaður eða slís? Ég var planaður held ég Aha Það bara hörru, núna förum við á bak hérna og búin til Auðun Blöndal Nei, ég get lofað eitthvað því eftir ég kom út fyrstu svona 11 árin þá vildu slepptu þessu held ég sko Hvað varstu, 8 nófkrakki? Ég er í júli Drefleðilega mánuði sko Skýta fólk sem að baki það sko Skrítið mánuði fyrir Mjög sérstætt sko Það er ekkert í gangi það Pappi hefur verið nýjólinn Íslandsmeistar í Brits eða eitthvað Herðu, hérna lengsti koss allra tíma Ég satt frá þessu áður en það var verið að bæta metið Lengsti koss allra tíma í dag stóð í 58 tíma 35 mínútur og 58 sekundur Jesus Það er langur slellina Já, 58 tímar Hvað var svona afrið sleint og slella á króknum? Hvað er þetta ekki alltaf 10 sekundur eitthvað, maður sjá Þetta er veist 10 sekundur 6, 7, ég veit ekki 10 sekundur, krókurinn er Krókurinn er rugglaðar hana Næsta, nú hvað? Nei, ég veit ekki Hvað varstu í? 2 sekundur? Nei, bara þetta 10 sek Gaman að heyra hvernig sveitamáðurinn gerði þetta Því að ég var alltaf að vera í bænum Bara alveg eins og bærin Sveitamæðurinn er aldrei alveg eins og bæri Þetta er bara nákvæmlega sama dæmi Alveg 100% ekki Blöð lappar gegnum allan bæn og allar í sleik Þú glemma því það var enginn í því í Kópavogi sko Tjekka þetta hérna Ég er ekkert allir og sögur Þó ég sé að við verið rugglaður sko. En pælti þessu blöð 1001, 1002, 1003 1004, þetta er langt Þetta er alveg lengt og sleik Það er þetta 4 sek, það ekki? Þú verður góður í sleik Það veit enginn hver nefndi jörðina Það finnst mér svolítið magna Hver nefndi jörðina? Bara Earth Það veit enginn hver nefndi jörðina Ekki bara eitthvað hress Mestari Örgulega, eða óhress, en það veit ekki hver það var Þannig að við getum ekki sagt hvort það var hress eða ekki Men þess að þetta væri fyrir þá Þetta er náttúrulega, sko, hvaða ár var þetta? Þegar fyrsti nefndi Þetta er Við erum að vinna á FM Stundum eigum við bara að þegja Við eigum ekki að krefja svona Þetta er vel fyrir BC, eða ekki? Já, er þetta eitthvað öllítið fyrir BC, eða ekki? Við getum ekki verið að krefja svona Þetta er næsti móli, bara getum ekki að krefja Já, það er ekki Þetta hefur verið eitthvað hress Hvað haldum við sem að tala um? Hvernig er þetta? Þetta er náttúrulega alltaf fyrir BC-in, sko Þið væri að vinna á Alvatek og við getum svarað þessu, sko Nei, er þetta ekki alltaf Já, við veitum ekki Herðu, það veit enginn Það er að fara í þessu Hvort sem við vinnir á FM eða ekki Ég meina, það hlýtur einhver að vita Nei, það veit enginn hver nefndi jörðina Það var að segja að veit enginn Sneiður Já, þú veist, ég meina, einhver tíma vissið einhver Við vinnum á FM Þú átt ekki að skóla strax eftir þú bustar tennurnar Það er best ef þú getur að bíða í kortir
Veitu hvað horse shit er það? Nei, Þetta var alveg bustar réttar var svo Já, og Og spýtir býða og stara speilin í kortin Þú ert að reyna að halda þessu upp í þér Já. áður en þú reynsar Ég man að ég las ekkert Ég held með svo með ég spýta en ekki skóla fattar tangrimið af Ég þarf að Ég, tala sko, ég man ekkert að það var einhver svolítið skemmtileg pæling, ég man ekki hverja með hana af því að þú þværðir allstaðar upp úr heitu vatni hendurnar helst, skilur í sturtunni, þú þværðir með heitu vatni þú þvær allt með heitu vatni en tennundar með köldu Já, það var ógeðslega skemmtilegt Það er óþægt að vera með Skemmtilega samræði sem þið átt að Já, svona væri kannski betra að nota heitt vatn Batman er sá karakter sem flesti vilja leika Batman er besta hetjan sko Nei, það ekki? Jú, það er þannig Það var eitthvað könnun gerð með að leikara og já, þetta er sem sagt sá Ég karakter var til að vera Spider-Man Já, Spyrum, ok, ég ætla bara aðeins að, þú veist, veggi já, en hann var bara eitthvað bitin að kongul og fór að skjóta við og Líka svona úlingur, þú ert 60, þú ert ekki að fara að leika Superman, Spider-Man Þú veist, málið er það Ég er svona í búning bara Gotham City, þetta er bara Bruce Wayne Moldríku gæði, fer í búning á nóttinu og fer að lemja ykkur að gæja sem voru að stela geisladiskum Þetta er svona skemmtilegasta hetjan, sko Þannig, þú veist, þetta er, við ekki hvað við Ef annar ykkar getur svarað síðustu ára kassi af Tuborg Er þið tilbúinir? Kassi Já, kassi, 2 kassar Hver er mest stolna vara heims? Við skal að gefa ykkur vísbendingu Mest stolna vara Já, Alltaf, ég lendi í ryggsögunni þarna í AC, sko já, þetta er tengist the food chain Já, þetta er eitthvað matur Ok, að stela mat Er þetta matur og vestlur? Er fólk að stela það? Það er erfitt að stela á ressa Þú þarfst að panta og hlaup út og svona En þú veist, hugsa þetta er mest stolna vara heims Það voru þetta ekki á ressum, sko Ég myndi halda að þetta væri væntanlega eitthvað súkulæðistikki Eitthvað svona sem er við Segðu það bara súkkulaði Já, Þú veist, við erum að tala um bara þú segir súkkulaði Ég ætla að segja Nei, ég ætla að segja Jú, áfengið er gent bakvið Afskustlega. Hvað Ég ætla að segir segja þú? Súkkulaði, hvað segir þú, Egill? Brauð Það er ostur Engu stólið með Ostur? Já, ostur er mest stolna vara heims Hvað er fólk að stela ost? En nú spyr ég drengir hvað er svo að kjafta þið Þú ómeðvitað breytir hegðuninni þegar það er hort á þið Bíflugur halda danskeppnir Algengasti fæðingadagur heims í 9. september Lengsti kost allra tíma á 58 tímar Það veit engin hver nefndi jörðina Þú átt ekki að skóla strax eftir að busta tennur Helst að býða í korter Batman er svo karakter sem flesti vilja leika Og ostur er mest stolna vara heims Ég ætla að segja að þetta hljóta að vera bíflöðnar eða sleikurinn Þannig Það að er ég 58 tímana En við hefum ekki bara taka sikkvort Vil Nei, ég meina, ég svara bara fyrir sig Hvað Er þetta ekki maður tímur? býði í fokkin korter Þú tannbustaði eftir að skóla Nei, það Ég var gæti verið að fjötum alveg tannlækni minn í morgun Það myndi þetta ekki einu orða á Nei, þetta það er alltaf að koma nýtt Svo eftir 2 ár þá kemur Þú ert að skóla um leið, þú ert að skóla undan Ég og þetta segi er að alltaf býði í eitthvað- korter sé manure Ég ætla að Ok. segja, ég ætla að segja sleikurinn Nei, bíflugur halda ekki danskeppnis Ég var að vona að það Er rétt þetta maður? Já, Eina sem lífgaf á daginn og það var að kaupa sér málurhíkvöld Það var það sko þú ert ekki að fara Herru, auðlýsingar Hvaða klísja er það? Okkar besti maður, MC Gauti hér með sturla lag Ég er á FM Okkar besti maður Já, en drengi, það er eiginlega bara komið að lokum. Ég lofaði okkur við myndum hætta 5 mínútur fyrir það, þannig að við Við erum getum að hætta heyra ykkur í fötin og... Það er bara Steik, komið rautt. tími til að henda sér í jakkaföt, drengir. Já, við verðum fancy í kvöld. En já, við minnum aftur á að, já núna, það er bara dettur inn núna. Ef þið farið inn á fn95blöð.is þá er bucketlistin mættur fyrsti, steindi í karaoke og... Nei, karate. Já, karate, ekki karaoke. Og þetta er, sko, málið er Karaoke? að með þessa þætti, þetta eru svona þættir sem eru kannski, hvað ég var að segja, 10 mínútur, 5 til 15 eða Það velti svolítið á bara hvað við erum að gera. Já, þetta eru bara, hérna, þetta er bara Svo því ég fyrir Miniþættir. Úlfaldan Því ég fyrir Úlfaldan á Pyramidunum og fæða beverage Það er auðvitað 20-30 mínútur Nei, það er svona 30 mínútur þáttur. En ég held að hesturinn hjá mér undan geta alveg verið korter, það var svo vandræðalegt. En það er allavega slatti á þessum listum hjá okkur. Það verður veistla að byrja að haki í þetta, sko. Þetta verður mánalegt. Já, nafni var að setja inn, þannig að þeir sem eru áskrifundur af blöðkastinu farið inn á fn95blöð.is og tekkið á fyrsta bucketlistanum. Og trítið þetta eins og sjónvarstátt. Það setið þetta í sjónvarpið. Já, sjálfsög. Já, Þú veist ég að ég meina- fíla það. Fólk er að setja í Og sjónvarpið. skemmtilega við þetta koncept Bucketlistin er engin þáttur er eins Þegar við erum að haki alls konar mismöndi shit sko. Já. Þannig að- Og já. já, svo minnum við líka á páskabingoið. Það er bara núna á föstudaginn langa. En eins og ég segi, það er komið að lokum eigi góða helgi, já, okkar uppáhaldsfólk. Við verðum mættir í blöðkasti á þriðjudaginn og það er djöfladýrkandi á leiðinni til okkar. Já. Þannig að það verður áhugavert og svo verðum við mættir hér Hann næsta. hatar Jésu Já, næsta Það verður mjög föstudag. örugt fyrir mig og blöð að spjalla með hann Já, Steindir að fara Við að erum gera harðir high five. Jay-Z menn Ég hef heyrt nefnilega, hérna, við tölum við hann.
Já, hann er áhugaður, skemmtilegur Ingólfur, og hérna hann er bara mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla með hann, þannig að hann ætlar að koma og segja okkur frá þessari trú og hvað hann er búin að reyna að vera bæri gegn síðust ár. Þetta meina hataði mig og þig blóð, þú söngst náttúrulega mástu. Ég söng hver er svo besti En þú syngur lagi fyrir hann, heldur hann verði bara, heldur hann brjálist og hlaup út eða hvað? Nei, ég kannski reyna að ná næjónum yfir. En annars verður mættir næsta föstudag með fullan bát og þá er það er síðasti daginn í mars, næsta. Yes, já. En sér þú ákvæða hvort ætlum að vera hérna föstudag langafélagarnir með þátt líka, við kannski veltu steini með það. Það geta alveg stemningar með þátt fyrir bingoði. Já, erum við ekki líklegir í það? Ég hatt að vera frí, sko, en ég er gaman að vera. Við viljum ekki verið frí. Þú voru ekki að tala um það, að klæða ykkur í jakkafötuna eitthvað? Já, hætti þið þá að tala. Já, takk. Takk fyrir í dag.